Flokkaskipt gögn eru gögn sem við fáum til þess að vinna úr, þetta yfirleitt tölur, og sumar tölur eða sum gögn er betra að skipta upp í ákveðna flokka áður en við vinnum úr þeim. Til dæmis ef við stæðum í Kringlunni og myndum spyrja fólk sem farið fram hjá hvað það væri þungt, skulum gefa okkur að þú myndu í alvörunni svara okkur, sem ekkert víst allir myndu gera, og við fengjum einhverja tölur, 53,4 kíló, 78,9, við skulum bara ekki segja við hefum verið með vikt sem að viktar fólk með einum aukastaf, og við fáum alls konar tölur. Og við myndum ekkert endilega vilja að við værum með kannski 100 tölur eða 1000 tölur, að þá myndum við vilja flokkaskipta þessu. Því að annars, ef við ætlum að vera með línurit til þess að sýna hvað voru margir, 53,4 og svo 53,5, þá væri þetta svo rosalega margir punktar ef þetta væri súlurit, margar súlur. Þannig að við myndum vilja taka saman til dæmis 50 til 54,9. Og það yrði einn flokkur, svo bara teljum við það, og það eru 3 svoleiðis og svo framvegis. Við búum til ákveðna flokka. Við þurfum að passa, við mögum ekki gera 50 til 55 og svo 55 til 60. Sá sem er nákvæmlega 55, hvoru megin er hann? Þess vegna verður þetta að vera svona. Eða við getum gert þetta svona, 50 og svo kemur x á millið, sem sagt svona. Og af því að 50 er með, þá gerum við jafnaðarmerki líka. Þetta þýðir að þetta eru 50, með 50 þegar x er stærra en 50 og jafntók, en minn en 55. Þannig að 55 er ekki með því það er ekki jafnaðarmerki hér. Hvora leiðina við förum hérna breytir ekki öllu. Svo fremi sem að gögnin okkar séu alltaf með einum aukastaf. Ef ég væri með fleiri aukastaf en þetta, þá væri þetta í raun ekki rétt, því að þá þurfti ég að gera 0,999 í raun, þið sjáuð munin á því. En hérna er þetta alveg pottet burt sér frá fjölda aukastafa.